Góðir gestir, í mínu fyrra starfi lenti ég oft í því að fjalla Ísland á erlendi grundu og víða fyrir framan sal sem ekki hafði grænan grun hvað þetta Ísland var. Og af því ég auðvitað stoltur af Íslandi að þá átti ég 2 glærur sem ég notaði ávallt í svoleiðis kynningum. Og þær sýndu 2 grundvallarstoðir íslenska hagkerfisins miðað við stærð hagkerfisins ef ég var að hitta hagfræðinga og miðað við höfðatölu ef ég var að hitta einhverja aðra. Og þessar 2 stoðir eru annars vegar fiskur og hins vegar raforka. Það er nefnilega þannig að ef við höldum okkur við sjálfstæð ríki, þá er Ísland á þannig stað, varðandi þessar 2 auðlindir, að allar aðrar þjóðir heimsins líta út eins og klessa af punktum, límd við X-ásinn og Ísland er eitt upp í rjáfri. Ísland á algjört heimsmet hvað varðar raforkuframleiðslu, hvort sem er á einingu landsframleiðslu eða á íbúa, sama á við fiskauðlindir Íslands. Þetta er mikilvægt að hafa í huga, en það er líka mikilvægt að hafa í huga hvers konar lífæð fyrir íslenska hagkerfið þessar auðlindir sem og aðrar auðlindir, svo sem eins og íslensk náttúra, hafa reynst íslensku efnahagslífi. Það er alls ekki sjálfsagt að lítil þjóð við heimskautsbaug í til þess að gera erfiðu landi geti byggt upp þá velferð sem okkur hefur tekist að byggja upp. Og ef það var þannig að ég væri að flytja þessar ræður fyrir framan erlenda aðila á Íslandi, að þá spurði ég oft spurningarinnar: ef þú horfir í kringum þig í þessu herbergi, hversu margt getur þú bent á sem þú heldur að hafa verið framleitt á Íslandi? Og yfirleitt vafðist fólk í tunga tönn, horfði í kringum sig og komst svo að þeirri niðurstöðu að sennilega væri ég það eina sem væri raunverulega íslenskt í herberginu, sem var svona það bil rétt, ekki alveg. Og þá kemur spurningin: hvernig datt þessum útlendingum til hugar að gefa okkur alla þessa hluti sem við umkringjum okkur? Og svarið er auðvitað: það datt þeim alls ekki til hugar. Við framleiddum eitthvað fyrir þá og þeir framleiddu eitthvað fyrir okkur. Á þeim viðsjálfverðu tímum sem því miður eru upp í alþjóðakerfinu nú stundir er gott að rifja upp hversu ómetanlegt það er annars vegar fyrir Ísland að búa að sterkum auðlindum og þekkingunni til að nýta þær, getunni til að nýta þær með skynsamlegum hætti, og hins vegar mikilvægi frjálsra, opinna viðskipta í heiminum. Á undanförnum misserum höfum við séð miklar breytingar verða á því alþjóðakerfi sem hefur reynst svo gott fyrir Ísland, og það er þess vegna ákaflega jákvætt að sjá þær þjóðir sem kannski eru í heldur betri stöðu en við til að hafa áhrif á þróun alþjóðamála, en eru þó ekki nógu stórar til þess að standa undir því sjálfar, byrja að koma sér saman áframhald. Það var ekki markmiðið hér í dag að ræða þennan grunn, en það er mikilvægt að við höfum hann í huga vegna þess að nýtingu íslenskra auðlinda er hvergi nærri notuð. Það liggur fyrir og kom glögglega fram í máli Harðar og Jóhanns Páls hér áðan að Ísland þarf að afla meiri orku. Orkan er lífæðin í hagkerfinu okkar, blóðið sem gerir líkamannum kleift að vinna vinnu, og þó svo stór hluti okkar orkuframleiðslu fari til þess að gera fárra fyrirtækja, að þá er það á grundvelli þessa líkans
sem okkur hefur tekist í þessu til þess að gera stóra og erfiða landi að byggja upp eitthvert öruggasta raforkukerfi í heiminum á grundvelli sjálfbærrar orku þar að auki. Sem eigandi verð ég að viðurkenna að Landsvirkjun er eitt af krúnudjásnum í eignamöppu ríkisins. Það hefur verið brautryðjandi í arðsemisgreiningu og greiðslu arðs til eiganda sem er eðlileg krafa. Allt opinbert fjármagn kostar. Óháð því í hvað það er notað, af því er alltaf fórnarkostnaður og það er ákaflega ánægjulegt hvað Landsvirkjun hefur verið leiðandi í að ryðja til rúms þeirri hugsun að eðlilegt sé að gerð sé ávöxtunarkrafa á bundið fjármagn í opinberum fyrirtækjum. Á þessu ári innleiddi fjármálaráðuneytið viðauka við eigendastefnu sína í öllum opinberum fyrirtækjum, einmitt á sambærilegum grundvelli og Landsvirkjun hefur byggt á langt skeið, vegna þess að það er ekki til neitt sem heitir ókeypis fjármagn. Ýmis verkefni þarf að vinna og oft er eðlilegt að ríkið leggi því fé, en að halda því fram að það fjármagn fel ekki í sér fórnarkostnað í formi einhverra annarra verkefna sem ekki eru unnin eða vaxta sem greiða þarf er auðvitað fráleitt. Landsvirkjun hefur og mun hafa yfirburðastöðu á íslenskum markaði. Þetta hlutverk kallar á ábyrgð og í því samhengi er fullkomlega eðlilegt að sú ábyrgð hvíli hjá ríkinu sem eiganda. Rekstur Landsvirkjunar hefur gengið vel, þrátt fyrir ýmislegt sem á móti hefur blásið. Lánshæfiseinkunn Landsvirkjunar er núna á pari við sambærileg fyrirtæki í nágrannalöndunum sem er með því besta sem við þekkjum. Skuldsetning hefur snar minnkað og raunar má halda því fram í ljósi þess hvers eðlis eignir Landsvirkjunar eru að sennilega sé eiginleg staða Landsvirkjunar ennþá sterkari en ársreikningar fyrirtækisins gefa til kynna, einfaldlega vegna þess að vatnsaflsvirkjun hefur endingartíma sem er langtum lengri en afskriftartími mannvirkjana. Tekjur upp á 75 milljarða, hagnaður upp á 25 milljarða og arðgreiðslur til ríkisins upp á 20 milljarða er allt til merkis þessa sterku stöðu. Ég vil nýta þetta tækifæri til að þakka bæði stjórnendum Landsvirkjunar og nýskipaðri stjórn Landsvirkjunar fyrir ákaflega farsælt samstarf á undangengnum árum. Jóhann Páll fór hér áðan yfir áherslur þessar ríkisstjórnar hvað varðar áframhaldandi uppbyggingu í orkuöflun á Íslandi. Við verðum að halda áfram að nýta þær auðlindir sem hér eru þjóðinni til heilla. Það þýðir auðvitað ekki að við tökum ekki tillit til þess að það er verðmætum fórnað í því ferli. En það þýðir hins vegar að við þurfum að vera raunsæ hvað varðar hvernig við forgangsröðum, hvað við verndum og hvað við veljum að nýta. Við vitum að eftirspurn eftir orku á eftir að aukast mikið og hér áðan var talað raforkuöldina. Ég er sannfærður að sú greining er rétt. Við komum inn í þá öld með forskot og það er forskot sem við þurfum að nýta. Ég vék að því áðan að
við hefðum gert breytingar á eigendastefnu ríkisins í viðaukum við eigendastefnu og höfum þar horft mjög til Landsvirkjunar og erum ákaflega stolt af henni. Ég hlakka til áframhaldandi samstarfs við þetta fyrirtæki og stjórnendur þess. Það hornsteinn í verðmætasköpun á Íslandi og við eigum að vera stolt af afrekum þess. Takk fyrir mig.